Góða kvöldi kæri gestir, Ólafur heiti ég og við erum velkomin í Fyndi fólk. Sestir hjá mér hérna Helgi Steinar. Já. Vá, hvað þetta er formlegt. Algjörlega. Helgi Steinar, hvað segirðu gott? Bara fínt! Damn! Já! Hvað segirðu Helgi minn? Bara alltaf fína. Já, hvenær byrjar í uppistandi? Bara yfir höfuð. Ég held ég að verið 13 ára þegar ég tók mitt fyrsta sett. 13 ára? Já. Fyrirgefðu, hvað talaður um? Sko, herrenda fyndnið var að ég tala ekki mikið um það sett vegna þess að það var allt stolið. Ég var 13 ára, ég sá hérna Jón Gnarr, ég var einu sinni nörd og það sem ég gerði var að ég þýddi hann allan yfir á ensku því ég bjó í Bandaríkjunum á þeim tíma og flutti hann á ensku í Bandaríkjunum. En svo var eitthvað sem sagði, já nei, þú mátt það ekki, þú voru að búa til þitt eigið djók. Og ég held nefnilega að brandara virkuð bara, uppistand virkaði eins og brandarar. Ég segi þér brandara, þá segir þú einhverjum öðrum. En svo bara næstu 2 árin var ég með mitt eigið materiál og bara heyrist ekkert í áhorfendum. 15 ára gamall, já verð ég að spyrja, hvað varst að tala um? Sko Hvað tala maður um þegar maður er 15 ára? Svona til að gefa dæmi Svo mikið læra heima hjá mér og eitthvað. Já, ég veit, skateboarding man, Mountain Dew. Nei, eitt af það sem ég tók var ég var á elliheimili í Suður Dakota, tókum svona road trip fjölskyldan og það var eitthvað svona talent show sem ég skráði mig í, held ég var 14 eða 15 ára og ég var með ömurlegustu brandarana. Ég áttaði mig síðan á því að það var enginn undir 8 rætt. Þannig að það er svona kokteill af ömurlegum brandurum og áhorfendum sem voru ekki endilega að fíla mig. Já, 15 ára gamall segja brandaraði fólk, já, yfir 8 rætt. Nákvæmlega. Þú veist. Hversu mikið voruð þið að hata þið? Voruð þið að púa á þig? Nei, ég hugsaði verst að vara því að þetta var elli. En ég sé sætur. Já, nei, ekki einu sinni það sko. Nei. Það var bara svona, er ekki bara að byrja bingokvöld eða eitthvað? Já. En já, og hvað? Svo tókstu ykkur að pásu? Já, svo tók ég alveg bara dágóða pásu í bara næstu í heila 10 ár og byrjaði svo aftur þegar ég flutti til Kína í fyrra. En ég hefði mér langaði alltaf að fara aftur í uppistandinn, ég hafði alltaf svo mikið áhuga á þessu og ég fann þegar ég flutti til Peking, það er comedy klúbbur sem er starfræktur og ég bara slóst í og bara byrjaði að taka uppistand bara hvar sem ég gat. Okay. Fór fljótlega að túra Kína. Fór til Shanghai og Ningbo, Dalian, svona stóru borgir við sjóinn og það bara, síðan það hef ekki hægt. Er ykkur í kínversi grínist þar? Já, nóg til að þeim, algjörlega. Þeir eru mjög, sko, húmórinn í Kína sögulega séð hefur verið aðeins öðruvísi heldur en við þekkjum hann. Í Kína er svona þessi klassíski húmór, heitir xiangsheng og þá eru þess að 2 upp á sviði og þeir svona tala við hvern annan. Þetta er svona slapstick comedy. Já, ok. En svo núna bara í fæðingu í rauninni í Kína sem sagt, þessi vestræna uppistandsmenning, hún er að blómstra í Kína núna. Okay. Og það er svona þessi hugmynd hjá Kínverum að tala um tilfinningar sínar og tala um svona eins og við myndum tala um óttan okkar upp á sviði og veist, það hefur aldrei þekkst í Kína fyrir en bara núna. Það er rosalega gaman að sjá þetta svona taka á loft. Og er það þér að þakka? Ég vil það, já. Allt mér að þakka. 1,5 miljard Kínverar, you're welcome. Já, en hvernig er það? Er ekki, þú veist, dálítið svona riski að vera að segja brandara í Kína, þú veist? Jú, má ekki segja hvað sem er? Nei, þú mátt ekki segja hvað sem er. Ég komst skemmtilega að því eitt kvöldið í sumar. Mættu 2 lögreglumenn á open mic kvöldið okkar. Já. Og það var svolítið skrítið sko því að ég hafði gert eitthvað brandara vikunni áður og svo í þeirri viku þá kom bareigandinn og talaði við mig og sagði, herru, þú ert að koma með mér aðeins út. Það eru 2 menn sem vilja tala við þig. Og ég sagði, já, ok. Og þeir voru bara í svona venjulegum föt, þannig ég held að það voru bara einhverjum gaurir sem hafa áhuga á uppistand. Og allt í einu tek ég hendina á honum, þá bara flassar hann skilríkjum og hann spyr, hvað er í gangi hérna inni? Bara undercover? Já, þetta var bara, ég sagði bara uppistandur og hann bara, já, hvað nákvæmlega er fólk að segja? Og þá einmitt var það sem hann hafði áhyggjur af, sko, og svo kom í ljós að einhver hafði klagað okkur og sagt að við vorum að gera einhverja brandara ríkisstjórnina eitthvað og hann tók alveg vegabréfsrannsókn á okkur öllum og background check og það sem var best var að hann fór svo, þessi 2 löggumenn löbbuðu svo inn á barinn þegar við hættum þessu kvöldi og hann pikkaði í einhverja konu sem sat aftast og þá var hún bara plöntuð þarna til þess að hlusta á okkur. Okay. Tala tippabrandara og eitthvað. Já, en hvað voru þið að tala um? Ég held að sko, þeir sögðu aldrei nákvæmlega hvað það var en ég hefði á tilfinninguna, ég gerði brandara Star Wars, ég var að segja
að því að Star Wars að fara að koma, ég sagði að margar bíómyndir alltaf svona reyna að vera meira kínverskar eitthvað því að það svo stór markaður þarna. Og ég sagði að fyrir episode 8 í Star Wars, þá ættu bara að gera kínversku ríkisstjórnina keisaraveldi, the Empire. Þeir eru svona nokkurn veginn eins, sko. Kínverski fástjórnin væri eins og Darth Vader og svona, myndu bara taka fólk hálstakið með maktinu. Þeim fannst það ekki fyndið. Nei, já, ég lenti reyndar í svipuðu dæmi. Ég var í norður Pakistan. Það var uppistand. Það var í Peshawar hann. Já, það var og svo voru einhverjir talibanar í áriðhóttnum. Já. Þeir klöguðu mig og komu einhverjir talibanar og bara, húsgömmuðu mig, sko. Nákvæmlega, það var gaman að lenda í þeim, sko. Þeir reyna alltaf að vera með, maður reyna alltaf að vera brandara hvað skeggið á þeim flott og svona og hvað. Ég vildi óska þess að ég geti sagt ykkur svona sögur. Nei, ég var ekkert í Pakistan. En já, hvað varst eiginlega að læra í Kína? Ég var semst í 3 ár hérna úti, þetta 4. ára mitt núna. Ég var að læra semst BA-námið mitt var í kínversku og núna er ég í master þar að taka alþjóðasamskipti. Alþjóðasamskipti? Já. Já, ok, og byrjar vel hjá þér? Já, byrjar vel, strax komin á svartalistinn og ríkisstjórninni og var aldrei að vinna í sendiræðan úti. Já, ekki senda síðan jólakort með skopmynda Mohammed til arabísku fyrstadagana. Já, byrjaði vel hjá kallinn minn. En já, og hvenær komstu til Íslands? Núna seinast? Já, bara, ég meina, varstu ekki nýbyrjar viðbúst á Íslandi? Alla mína ævi hef ég verið bara á ferð, á flakki, sko. Já. Þegar ég var krakki, foreldrar mín skildu og mamma fluttið til Bandaríkjunum og pabbi var á Íslandi. Þannig bara, ég var í skóla út í Bandaríkjunum, svo eitt í sumri á Íslandi og svo 3-4 ára þá svissaði það og ég hef aldrei getað haldið mig á einum stað og svo Rótlaus. Já, það er bara orðið svona hluti, þetta er bara óa gaman, sko. Það eiga ekkert svona, maður náttúrulega á heimilega þannig séð, en að vera svona lifandi úr ferðartösku, það er skemmtilegt líf, sko. Já. Ég heldur sjáar ekki til því, þú ert orðinn gamall. Nei, heldur betur. Þú ert samt bara nýkomin til Íslands, ekki, allan með uppistandi? Jú, ég hafði aldrei gert uppistand á Íslandi áður. Ég hafði gert það í Bandaríkjunum og í Kína og svo ákvað ég mér langaði að pröfa aðeins áfram á íslensku líka. Og ég kom núna í september og við hitti þig kvöldið sem við áttum að taka upp. Almáttugur, já. Og mér ástu svo að fyndi að þú komst, ég er að koma inn í fyrst skipti og ég bara, ég skal segja það, hvernig trikkið er bara að vera skít sama, það er enginn góður í fyrst skipti. Ég gefa þér ykkur ráð þú er búinn að túra Kína og eitthvað vesinn, Já, það er náttúrulega gott að fá ráð því að ég komast að því að það er enginn salur eins. Þú getur verið bara rosalega flottur á einhverjum einu staði, á einhverju einu landi og svo ferðu til einhvers annan land og það fattar enginn hvað átt að segja, þeir fatta ekkert angalið, þú kannski ert búinn að venja þig á einhvern ákveðinn áhorfendahóp, en svo náttúrulega er alltaf menning þar, þannig að það er alltaf gott að, og eins og Jay Leno sagði þetta einhvern tímann þegar hann var í viðtali við Jerry Seinfeld að fólk stundum vill bara, nei, ég vil ekki vera á þessu kráti, ég vil gera bara fyrir þennan áhorfendahóp af því að þeir fíla mig. Ég segi, nei, you got them, þú ert með þá, reyndu að fá hina til að fíla þig líka. Það svona byggir upp sem betur uppistandar. Já, það er góða punktur. Og já, þú varst að koma frá Englandi, tókst túr England. Hvernig kom það til eiginlega? Sko, það var ég talaði við einhvern út í Kína Edinburgh Comedy Festival og svo var vinur hans frá Manchester og benti mér á að Manchester er líka með hluti af Greater Manchester Fringe er eitthvað sem heitir The Manchester Comedy Festival og hann benti mér á það og ég fann það bara á netinu og ég svona ganni í rauninu bara sendi vídeo á mér og umsókn og svo bara kom í ljós að það var eitt staði sem vildi bóka mig. Þannig að það heit Gullivers í norðun hluta af Manchester og ég setti bara saman sýningu, klukkutíma uppistand fyrir það og svo var svo gaman þegar ég var komin þangað því ég átti upprunalega bara að gera 3 sýningar í Manchester og það bættust við alveg nokkrar í viðbót. Ég gerði 2 í Liverpool, eina í Salford og þetta var rosalega skemmtileg reynsla, sko. Já, ég get ímyndað með það, ég er smá öfundsjúkur. En já, ég meina, ert að fá okkar borga fyrir þetta eða er þetta bara reynslan? Ég sko rukkaði inn á sýningunnar en það er samt sko með flugju og öllu þessu, sko, það er náttúrulega smá mínus. Smá mínus, það er þegar maður sérstaklega þegar maður að byrja á nýjum stöðum, þú ert bara í mínus. Þú verður bara að sætta þig við það. Þú getur ekki byrjað sem uppistandari og ætlast til þess að það sé bara að vera borgar. Flestir barirnir sem ég tók uppistandi á í Kína, þeir borga bara í bjór.
Eins og Íslandi, þetta er eitthvað international dæmi hérna. Nákvæmlega. Já. Hvernig verður efni til hjá þér? Sko, ég bara, þetta eins og rekorder í hausnum, ég slekk aldrei á honum. Ef ég að labba niður götuna að lesa eitthvað, þú ert alltaf einhvern veginn að hugsa hvað eitthvað geti verið fyndið. Og leið þú finnir eitthvað, þá bara skrifar það niður í símanum, við erum að gera brandar út af sögu. Já. Og þá bara, skrifa ég það niður og svo bara vinn ég aðeins í því og það sem ég nota oft eru svona viðlíkingar. Ég ber hluti saman við eitthvað annað. Já. Og þá svona ígi ég þann hluta og þá svona verður eitthvað byggt úr því. Það er góð tækni. Já. Alright. Það er allt efni fyrir uppistand. Já. Það á aldrei að hugsa það eitthvað getur ekki verið fyndið. Það getur allt verið fyndið bara, það er að vinna í því. Já. En ég var eitthvað svona aðeins að skoða á netinu. Sá út með nektarmynd. Nei, við ætlum ekki að tala um það. Já, fyrirgefðu. Það var alveg off, sko. Ok, fyrirgefðu. Ok, býðum aðeins en að klippa það. Ég var að skoða á netinu og það var semst ég sá svona YouTube-stöð. Já. Sem út með hvað? Komið 100 views eða eitthvað? Já, 120 views. 120? Já. Það er bara fínt. Eitt svona set sem ég tók á rockbarnum, það fekk 100 views og fekk mitt fyrsta downlike líka. Nei! Já, það var bara yes! Ekkert sem heitir bad PR. Já, og hver setur downlike, skiljið, þú veist? Það fílið ekki, þú veist, bara ekki að horfa á þetta það. Ég er alltaf með 4 like og 1 downlike. Já, ok, ég skal fara að like þetta eftir. Já, yes. Ekki spurning, en hvað heitir stöðin bara svona fyrir áhorfendur? Helgi Steinar Comedy. Helgi Steinar Comedy. Á Íslandi bara, ég mista strætó. Hvenær kemur næsti? 50daginn. Tíma fyrir þetta, sko. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Við vorum búin að vera kúabændur í 10 ár. Þetta er bara Þórstaður. Síðan bara gerist það þarna 2004 að þá eiginlega bara missi ég svolítið áhugan á þessu dæmi og þá tökum við stóra ákvörðun og eftir að hafa velt þessum fyrir sér á ýmsan hátt þá var niðurstaðan að byggja sveitahótel með mikla nálægð við nærnáttúruna og söguna. Ég fékk sjálfur mjög mikið út af þessari svona sköpun. Ég sá þetta alltaf fyrir við sem svona verkefni sem að mætti bara líka við listaverk. En nú erum við líka búin að kaupa næstu jörð og það eru margar hugmyndir í kollinum. Öll fyrirtæki þurfa samstarfsaðila sem þekkir leiðina frá hugmynd til árangurs. Arion banki, fyrir framtíðina. Gefðu gauragang, Godzilla og Gandalf með Samsung S6 Edge. Jólin fylgir Vodafone Play Medium sjónvarspakkin með snjallsímum frá Vodafone. Vodafone, við tengjum þig. Sparaðu í Bónus með Euroshopper. Sama vöruverð allt land í Bónus. 80 áfangastaðir allt land. Fyrir 750 krónur kemur Eimskip flytjandi jólapökkunum til skila. Gleðilega hátíð. Eimskip flytjandi. Haust í hádeginu. Glæsilegt hádegisverðarhlaðborð frá 12 til 14 alla virka daga. Íslenskt ferskt hráefni í hádegum, það besta hverju sinni. Einfaldleiki, gæði og virðing fyrir náttúru landsins. Komdu á haust í hádeginu. Haust, Foss Hotel Reykjavík. Þórunartúni 1. Þú ert að horfa á INN. Íslands nýjasta nýtt. Hvað gerir ef þú fær ekki hlátur? Ég fer heim og grát. Heim og gráta? Heim og gráta. Ég fer upp í rúm með flösku af Jack Daniels og græt mig í svefn. Nei,
Ég meina bara þú ert komið með eitthvað rosa brandara svo bara Já, virkar hann ekki, þú bara spennti fyrir hann Það hefur gerst svolítið ofta, maður fyrir bara svið bara ó, þetta er aftur að fara að killa, þetta er svo góður brandari og fyrir maður svið bara crickets og það sem að gerist stundum að þú getur annarkvort farið beint yfir í næsta eða gert það sem ég er farin að gera miklu meira, að gera grín að því að þetta virkar ekki. Ég sagði einhvern tímann í Bretlandi, ég var að tala um þegar ég var handtekinn í Kína og ég sagði I thought you guys would like that one. Ég enda í fangelsi fyrir hann brandar og þá bara fór ég beint yfir í næsta en það bara gerist, þú veist það. Já, ég tók einu sinni gyllinlega brandari minn, hann er mjög svona, virkar mjög vel á íslensku. Já. Svo ætla ég að segja nú ensku og þetta er 5 minútna brandari, sagði nú ensku og enginn hló. Nei. Þannig ég er að taka eitthvað gyllinlega brandari í 5 minútur og enginn hlæðir, þetta er bara svona. Ja, sumir brandara bara þýða ekkert vel yfir á, ég meina talað um kínversku yfir á ensku, ég meina ef ég tek sett á kínversku, þú veist, það er allt öðruvísi brandara sem ég er að taka þar. Þú veist, bara talar bara reyðbyrjandi kínversku? Er ekki mandaríska eða eitthvað? Mandarín, jú. Mandarín kínversku. Ég byrjaði sérst að taka uppistand líka á kínversku úti og ég held sem svona 10 mínútur efni þar. En það er einmitt, efni þar þú veist, ég er fáfróður útlendingur í þeirra landi og hlutir kannski sem að ég veit, ég gerir grín að eins og ég veit það ekki. Það var eitt brandari sem ég tók, það er setning í kínversku. Ég ætla að fara í lestina, þú veist, Washang Hocha, það er Shang, þú verður að setja það á undan nafnorðinu. Af því að ég orðaði það þannig að ég setti það fyrir aftan og þá í staðinn fyrir að segja ég fór í lestina, þá var ég reið lestinni. Og ég sendi það á kennara minn og sagði já, ég var að ríða lestinni. Og þá sendi hann mig tilbaka, wow, supermann. Það er svona. Þessi gangster ertu maður. Já, ég held að það var ekki hægt já, ok. Þannig hvað kanntu mér tungumál? Kínversku, ensku? Ég er ennþá að læra íslensku. Já, íslensku, kínversku og ensku. Já. Ég segi það með íslenskunum, sko, ég er ennþá að fara á vegginn, sko, með íslenskuna. Einhvern tíma ég lærði ég var nýbúinn að læra orðið drikkjutúr. Þegar fólk fer á svona drikkjutúr, þú veist, þá var ég einhvern tímann á einhverjum bar eða eitthvað og einhverja stelpur voru að tala saman og sagði já, hún er búin að vera bara í fríi heila viku og gera ekkert annað en að drekka alla daga. Ég bara, já, er hún á svona túr? Og það bara, það er ekki í lagi með þig. Og já, það er ekki þegar hún ok, ég ætla að fara heim. Herru, já, ég held bara að, já, við þurfum bara að fara að drífa okkur. Já, það ekki. Ekki bara að koma bara? Jú, gerum það. Skó. Já, kamera, bara svona, tekur hann inn eins og þú getur. Ok, já, svo er ég bara með mikinn hérna, ok. Hörru, gott þér. Takk fyrir það. Nýjasti vinur minn hérna. Hvernig er heilsan? Fín maður. Ekki? Jú. Þetta er Studio City hérna. Já. TV World. Já. Það er resandi. Það er ekki bara bílasölur hérna? Nei. Líka ölgerinn. Já, hún er það. Var bara beint í dælunum hérna frá. Það ekki? Já. Það er að vera beautiful. Henni ekkert á svona, sko. Það er ekki bara svona? Já. Er það? Nei, má ég sjá, má ég heyra? Hún er að pissa. Ég heyri það. Með live feed frá klósettinu. En ég er að horfa aldrei í einu átt, ég horfa yfir svona bara fólki þarna. Það láta svo mynda á þetta. Hvaða myndir? Já, nákvæmlega. Við ætlum
hins vegar að fá uppistand og það Helgi Steinar Gunnlaugsson sem hefur verið út allan heim í Kína og var að koma frá Manchester Comedy Festival og ætlar að fara aðeins yfir málum með okkur. Gjörðu svo vel. Takk að þér. Jæja, herru, takk fyrir þetta. Bara mjög mikill heiður að fá að vera hérna í kvöld með Loga og með ykkur öllum og þetta gaman að segja frá því. Ég muna óða litlu að ég yrði of seinn að mæta hingað. Ég mist af strætó. Þú veist, bara á Íslandi þetta eitthvað issue að vera klukkutíma og seinn einhvers staðar að því maður mist af strætó. Þú veist, almenningssamgöngur. Ég meina erlendis það sko lest á 2 mínútna fresti. Þú veist, á Íslandi bara, ég mist af strætó. Hvenær kemur næsti? Fimmtudaginn. Tíma fyrir þetta, sko. Nei, það mjög gott að vera þetta, bara mjög gott að vera komin heim. Eins og Logi sagði, ég búinn að vera mikið erlendis í Kína og hér og þar og ég einhvern veginn aldrei almennilega erlendis. Ég alltaf svona með annan fótinn á Íslandi, alltaf svona fylgjast með íslenskum fréttum og horfa á íslensk sjónvarpsefni og allt það og einhvern tíma þá var ég bara búinn að horfa á svo mikið íslensk sjónvarpsefni að ég var bara dottinn inn í það að horfa á INN. Bara allt í einu mætir hérna Ingvi Hrafn upp á svið og já, besta við þetta var að ég var í sófanum við hliðina á bandaríska herbergisfélagi mínum. Hann var að horfa á þetta með mér, alveg bóluð friðinn. Skildi ekkert hvað maðurinn var að segja, hann sagði það bara voða gaman að þessu. Hann bara, dude, your news anchor is wasted. There's no way that's coffee he's drinking. He said, but dude, that's nothing. Here, listen to this. In Iceland, we call this útvarpssaga. Það var þetta útvarpssaga sem tók á móti mig þegar ég kom til landsins. Það var rútubílstjórinn sem keyrði mig frá Keflavíkurflugvelli. Hann var með útvarpssögu stilt á hæsta. Vá, hvað það var löng ferð í bæinn. Það var eitthvað í gangi sem heitir línan laus. Ég ekki búinn að vera á Íslandi í dágóðan tíma. Ég held að þetta væri bara eitthvað djók. Ég bara, hvað útvarp Mattildur að koma með comeback? Það var bara, já, góðan daginn, við erum að ræða flóttamannastreymi frá Evrópu. Viljum endilega fá að vita hvað ykkur brennur á hjarta. Já, það loga allar línur hjá mér hérna. Já, góðan daginn. Já, halló! Já, er að tala um ESB? Nei, við erum að tala um flóttamannastreymi. Já, það ekki alltaf eitthvað ESB, hvað? Já, bara skjóta þetta. Já, takk fyrir þetta. Næsti góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, sko, ég bóndi með vörubílarækt. Rækt af vörubíla. Sko, ég held nefnilega að hann Hitler hafi verið máli já, takk fyrir þetta, já. Komast þið niður ekki lengra í þættinum að þessu sinni að fara að loka í ríkinu. Já, við minnum á skoðanakönnun og heimasíðu útvarpi sögu. Við spyrjum í dag hvort að Bubbi Morthens sé antikristurinn. Og fyrir hlustendur okkar sem ekki hafa tölvukunnáttu þá minnum við á farsímanúmer Gilvægis. Útvarpssaga. Alltaf við getum kleft þetta. En já, það mjög gott að vera komin í það líka því að það að koma jól. Þetta eru fyrstu íslensku jólin sem ég verð bara í mjög góðan tíma og ekki að koma jólastemningur í fólkið. Ég hef alltaf voða gaman að íslensku jólunum, en ég er svona áttameldur á því hversu virkilega óeðlilega þessi jólakkar eru fyrir en ég fór að útskýra fyrir bandarska félagum mínum. Ég var bara svona, oh yeah, so you know, in Iceland, we have like Grýla and Leppalúði, and they are really ugly. But they have 13 kids. And they are all Santa Claus. And they do all kinds of things. They like slam doors and steal hot dogs for some reason. And, one licks pots, But it is very important for them to give the kids clothes, because in Iceland, if the children don't get any clothes, then they just go inside the Christmas cat. Oh no, not like bestiality, no, the cat just eats them. So við útskýra fyrir hún gluggagæi, þá bara stoppa hann alveg. Hann bara, wait, let me get this straight. You're telling me that your Santa Claus goes up to little kids' bedrooms in the middle of the night, peeps in through the window, and just watches them while they're asleep? Well, no, of course not. Also gives them a special surprise in their shoe. Gleðileg jól, allir saman, það góð. Herru, á þeim jólanótum vil ég þakka kærlega fyrir mig. Þið eru búin að vera alveg dásamleg. Og gleðileg jól. Það var uppistand. Það bjóða þér í þáttinn að þú ekki að rakka einhverjaf niður.
Þetta er blind fullir í sjónvarpinu. Já, bara djók maður. Þátturinn tekur 8 morgnana, skiljið, hann er bara eitthvað að sjúska, skiljið, come on. Já, þeir föttu það. Föttuðu þeirra, mér er bara virkilega ljóta það. Nei, come on, þetta var bara djók. Ég ætla að skutla þér, þú gleymdi, í alveg. Æ, Oliver, come on. Gleymdi þessu, í alveg. Come on. Þetta var bara djók.